Já, hraðbúðin Hellisandi. Þetta engin venjuleg búð, en þetta engin venjuleg kona sem rekur þessa búð. Það hún Drífa Skúladóttir, kaupmaður. Við ætlum að fá að heyra hennar verslunarsögu sem nær meira en 30 ár aftur í tímann. Tökum hana að tali. Hvernig vildi það til og fórst í verslunarrekstur? Það var bara þannig að við komum hingað vestur við Viðar. Ætlum að vera hérna bara í 1 ár og urðu svo aðeins lengur og ég fyrir að vinna hjá Kaupfélag Borgfirðinga bara á skrifstofunni. Og 1987 ákveða þeir að hætta með ársfyrirvara og sá sem var útibússtjóri hann hættir og fyrir annað og ég tek síðasta ári fyrir þá. Og það var heljaran ár, við töldum á 2 mánaða fresti og bara snérum reksturinn við og ég sá það að ég komst í blús og þar af leiðandi ákvað ég að leigja þeim. Og byrjaði að leigja af Kaupfélag Borgfirðinga húsnæðið hérna niður á bakkanum sem ég lét heita Kjörbúðina Hellisandi og var þar í 10 ár. Já. Þannig að þú byrjar sem starfsmaður hjá fyrirtæki, eða sem kaupfélaginu, og það hérna orðin þungur rekstur og þú farið eiginlega ár til að snúa honum við. Nei, til að ljúka því. Til að ljúka því, já. Já. En það gekk svo vel að því var haldið áfram. Já, við erum alveg bara að taka til á lagarnum og græja og gera og eitt og annað svona. Og já, við náðum bara að snúa því við og já. Og þar varstu í farsæl 10 ár. Farsæl 10 ár, já. Ekki? Jú. Og þá flyttur þið hérna upp í hraðbúð Hellis. Já, þá það þannig að þeir koma til mín frá SO og þeir voru svona spá og speklur í að loka hérna. Það var hérna sjoppa á bensínstöð og annað húsið í öðru holli heldur en núna. Og spurði mig hvort að ég vildi hugsa það að koma hingað og ég sá það náttúrulega strax að komast neðan að bakkanum þar sem aðalgatan var í gamla daga. Upp á þjóðveg skipti náttúrulega sköpum. Og ég fekk leyfi til að moka bara út úr þessu húsi og það var bara allt endur hannað. Og hér er ég búin að vera í rúm 20 ár. Já. Þannig að þú átt yfir 30 ára verslunarsögu á Hellisandi. Já, ég bjóst nú ekki við því þegar ég kom á Hellisandi aftur. Ég fætti hérna uppalegin en ég bjóst ekki við því að ég myndi eyða ævinni og vera kaupmaður. Það var ekkert endilega í farvættinu. Þó ég svo sem hefði menntað mig til þess þannig lagað. Ég var í Bifröst, sko. Já, þú fórst í verslunarnám. Já, þannig lagað, já. Nú þegar maður kemur hérna inn, ég held að ykkar gestir sjá að þetta ekki svona endilega tilviljana kenta sem í hillunum. Þú veist, það hugsun á bakvið. Maður skynjar það held ég í vöru úrvali og hvernig þið standið að málum. Já. Þú varst á undan þinni samtíð með plastnotkun eða ekki plastnotkun? Ekki plastnotkun, já. Ég hef mikinn áhuga á umhverfismálum og við fórum bara fyrir nokkrum árum síðan að hætta að nota plast, hætta að selja plast nema þá bara plastpokur í ruslaföturnar og svoleiðis. Við erum ekki að selja plastáhöld eða annað, þú verður bara að kaupa úr tré hérna ef þú vilt fá svoleiðis. Og höfum alveg snúið við og bara mjög ánægð núna, 1. september, að það bannað að gefa plastpoka og þannig að við höfum alveg staðið okkur mjög vel í því. Fórum líka fyrir nokkrum árum síðan, 3-4 árum síðan í að láta sauma fyrir okkur burðarpoka. Já, samstarfi. Já, það var eldri borgarar í Snæfellsbæ og Kaupfélag Hellissands sem saumuðu fyrir mig poka og við seldum þá og heldur betur búin að selja fleira heldur en þá poka og þeir eru seldir með skilagjaldi. Þannig að þegar þú fær margnóta poka hér, þá getur þú komið og skila hann, fengi hann endurgreiddan. Já, ég hef nefnilega ekki heyrt þetta áður, að þú getur keypt poka eða leitt hana gegn skilagjaldi. Þetta hægt náttúrulega í svona litlu samfélagi. Þetta gætu við, svo sem í stærra samfélagi, og þá ertu bara að koma með pokana tilbaka í einhverja ákveðnar búðir. Það eru þessa búðir sem þetta. Nú ég bara með þetta hjá mér og mínir kunnar mjög ánægðir með þetta. Og þá það þannig að pokarnir koma tilbaka af því að það liggur í þeim peningur. Þú veist, eins og myndin fyrir ofan mjólkurkælin. Þar ertu með kýr, þú ert með svolítið uppbrunnan. Þú ert að versla úr héraði. Já, það sem ég mögulega ger ég, sko. Ég náttúrulega versla við hraunsmúla, bestu kartöflur í heimi, segja heimamenn hér. Verða glaðir þegar þær koma á haustinn. Og grænmeti það núna, meira heldur en kartöflur. Og við erum með allt í lausu sem við getum. Áður en ég kom hingað, ég búin að vera í 25 ár alveg örugglega þar sem við höfum reynt að pakka engu ávöxtum, engu grænmeti. Hér getur þú fengið appelsínur, stíkatali og paprikur og bara það sem þú vilt næstu því. Og svo skerum við í tvennt og allavega það sem hægt að gera. Og núna erum við með allt í lausu, kartöflur og rófur og allt saman og bara allir glaðir held ég.
og maður veit það að vera yfir 30 ár í verslunarrekstri út á landi, þú veist að það þarf alveg bein í nefinu, það segir sig alveg sjálft þó bara fyrir almenna leikmenn þó maður hef ekki mikið skilning á rekstrinum endilega. Já, það er það og við náttúrulega sjáum það að bæði verslun og þjónusta á svona litlum stöðum er bara þverrandi. Við erum hérna, er ég eina búðin eftir að Hellisandi. Við erum ekki með pósthús, ekki með banka, það er bara allt farið og tímandi breytast en við erum hérna og ég gerir mér alveg grein fyrir því hvers konar búð ég er. Ég er þægindavöru verslun. Þú veist, ég er ekki í samkeppni við Bónus. Ég bara get það ekki og verð það ekki. Hér kemur inn fólk sem er að versla það sem það þarf og er að redda sér. Koma og bjarga sér eitthvað, sko. En stórinkaupin eru flest öll gerð annars þar. Já.